Kæri forsætisráðherra og aðrir ráðherrar og formaður viðskiptaráðs, takk fyrir að bjóða mér hingað í dag. Ég var ekkert spurður hvort ég fengi púlt eða ekki, þannig að ég hef bara gert þetta án pappírs. En mín leið inn í grænu baráttuna í gegnum tækni. Mitt daglegt starf að ég stýri stafrænni þróun hjá McKinsey og þetta hefur verið aðalmálið síðustu árin. Nema það að hitt aðalmálið græna byltingin og tækni og græna byltingin fer meira og meira saman. Þannig ég finn að mínum tíma meira og meira varið í því að tala þessi mál. Eitt af því sem ég hef tekið eftir á Íslandi, það að loftslagsáætlanir og umhverfismarkmið fyrirtækja hefur oft stýrð í markaðsdeildinni. Og mikið af því fólk sem ég tala við hefur verið svolítið pirrað á alls konar hlutum, pókarnir í krónunni að rifna og ég þarf að skipta perurnar í húsinu mínu og alls konar leiðindi í gangi. En það sem að gerast út allan heim að allan að fyrirtæki sem við erum að vinna með eru farin að taka þessu mjög alvarlega. Þetta orðin kannski bara aðalmálin í mörgum geirum. Við erum að sjá fyrirtæki eins og í gær BP tilkynnti að það olíufyrirtæki sjálft ætlar að vera kolefnislaust 2050. Og þetta eru hlutir sem hafa ekki verið að gera. Greta vinkona mín Thunberg búin að breyta neytendur heimsins og það sem við erum að reyna að gera að reyna að varpa ljós á hverjar eru áhætturnar, sérstaklega fyrir fjármálaheiminn. Þannig við erum ekki veðurfarsfræðingar, en við erum góðir í því að taka þær áætlanir og breyta þeim í fjárhagsáætlun og áhættu sviðsmyndir fyrir fyrirtækin og fjárfesta þannig að þeir skilja þær áætlanir. En stóra spurningin sú, hvað ef að dagurinn í dag ekki eins og dagurinn á morgun? Hvað ef við vöknum upp í allt öðru umhverfi þar sem að fæðukerfið í kringum okkur hefur breyst, veðurfar hefur breyst, sjórinn hefur breyst og við erum í allt öðruvísum málum og allt á fleygi ferð. Það stóra spurningin. Ef við horfum á þessa mynd, og ég bara biðst velvirðingar á því að ég kem til með að sýna okkar glærur á þessari kynningu. Þessi mynd sýnir tvö gröf. Bláa sýnir mettun koltvísýrings í andrúmslofti og efri myndin sýnir hitastig á jörðinni. Og það mjög sterk fylgni á milli. Og það sem áhugavert, það að síðustu 350.000 árin sem myndin sýnir, hefur veðurfar ekkert verið stöðugt. Það sem við höfum haft 10.000 ár í stöðugu veðurfari sem mannkyn. Og þetta þýðir það að þegar veðurfar varð stöðugt, þá fóru mennirnir að setja stað. Þeir fóru að byggja borgir, hættu að vera hirðingjar og byggu til það samfélag sem við eigum í dag. Ísland fyrir 10.000 árum síðan, við erum ungt land, var líklegast undir jökli. Refurinn kemur ekki til Íslands fyrir kannski 5.000 árum síðan eða 3.000 árum síðan. Við komum ekki hingað fyrir 1.000 árum síðan. Þannig að allt okkar samfélag, sérstaklega á þessari eyju, algjörlega háð því að við erum í stöðugu veðurfari. Ég hef oft heyrt af því að það væri, þessi hnattræna hlýnun ekkert mikið mál. Það væri fínt, að væri aðeins heitar á Íslandi, þá getum við grillað á kvöldin og grætt á daginn. En það því miður ekki þannig sem heimurinn Þetta sömu 350.000 árin og það sem hefur gerst síðustu 20 ár, það að þessi gildi, stendur 415 ppm sem þýðir hversu margar koltvísýringssameindir eru í milljón loftsameindum. Hún komin upp úr öllum hæðum sem við höfum þekkst áður og ef við gerum ekki neitt í þessum málum, þá innan við lok aldarinnar þetta gildi komið í 1000. Og þið sáðu myndina áður, þannig að það verður mun heitara. Þannig sem við höfum síðan reynt að gera að flestir vísindamenn eru núna sammála þetta. Þetta 98% vísindamennum eru algjörlega sammála þessa mynd. Þannig að það ekkert mikill misskilningur þar á ferðinni.
Og það sem við höfum gert að við höfum reynt að meta hvað þýðir þetta í rauninni peningalega séð og svona lífsviðurværlega séð. Hvaða áhættur ef að þessar, við kalla þetta bara veðurspár, gangi í gegn, hvað þá að gerast? Hvaða áhrif eru þetta á fasteignir, á innviðir og utilities og þjónustu, lífsbærni, landbúnaðinn og fæðukerfið og náttúruauðlindirnar. Og það alls konar, ef við bara lítum bara nokkur ára aftur í tíma, það hafa alls konar hlutir gerst í heiminum og við getum sýnt fram á það með bara nákvæmlegum landfræðilegum módelum hvað líkurnar eru á að þessi hlutir koma til með að gerast oftar. 2003 voru 50.000 mann sem dóu í Rússlandi í hitabylgju og líkurnar á því að eitthvað slíðis geti gerst aftur verða miklu hærri. Við höfum haft meiri háttar bruna í Kanada. Við erum að sjá hrörnun náttúruauðlinda eins og í Himalaya. Þannig að þessi hlutir eru ekki eitthvað sem við erum að búa til. Við erum bara að taka hluti sem hafa gerst, sagt hvað eru líkurnar á að þetta gerist í framtíðinni. Eitt af því sem kemur í ljós að við höfum frá áður en iðnaður byrjaði, eða sirka 1880, þá hefur hitastigi í heiminum hækkað um 1 gráðu. En þetta mjög misvísandi tala vegna þess að sums staðar í heiminum hefur hækkað um 5 gráður og öðrum stöðum hefur kólnað. Þannig að meðaltalið í kringum hitunina ekki það sem skiptir máli, heldur það sem skiptir máli hvar þú nákvæmlega? Hvaða staðsetningu þú? Fasteignasalar vita þetta staðsetning. Og það það sem skiptir máli. Þannig að módelin sem við gerðum að við byrjuðum á að gera 9 svokölluð case í heiminum og sögðum hvað raun áhætturnar á þessum stöðum. Við tökum land eins og Indland. Indland eru sirka 380 milljónir manns sem vinna utandyra. Hvað gerist ef að þessar veðurspár fara raungerast áður en Indland verður ríkt? Það eru 7%, 7-10% af heimilum á Indlandi sem með loftkælingu. Og það sem líkönnin sýna það að það verða sirka 5-6% líkur á því að það komi hitabylgja á ári hverju sem gæti verið í 3 daga og það myndi 160 milljónir manns deyja. Og þó að það sé ekki nema 5% líkur á því hverju ári, þá það náttúrulega stór mál. Flest ykkar sem eru í þessum sal hafi líklega komist til Flórida. Það mjög fínt að vera í fremstu röð þar á ströndinni. Fasteignar þykja mjög fínar. En það kemur svo stund að verður ekki hægt að tryggja þessar fasteignir. Og þessar fasteignir og fjármálahrunið sem oft eru talað í kringum, þá erum við að sjá að fjármálageirinn sér með þeim auknum flóðum sem koma á Flórida, þá hættum við að vilja tryggja, við hættum að vilja fjármagna og maður getur í rauninni ímyndað sér að það komið ákveðið fjármagnshrun. Og þennan hátt höfum við farið í kringum allan heiminn og búið til sviðsmyndir það hvað í rauninni gerist og hvað gerist eftir því hversu hratt hlutinni gerast. Kíkjum aðeins á Evrópu. Það líka aðrir sem hafa farið til Suður-Frakklands. Þessi mynd sýnir tíðni þurrka frá 1951 til 1980. Og þetta rauninni svona 3 mánaða þurrkatímabil og hversu ofta gerist. Og þessar mynd sjáum við það gerist ekkert mjög oft. Á einum áratug hefur það gerst 4 sinnum. Í Spánni, sem meðaltalsspá frá Woods Hole, sem tekur meðaltal margra módela, þá þetta spáin í 2040 til 2050. Þannig að þetta svæði verður miklu heitara heldur en það í dag og líklegast þá verða 30 þurrkar sem þýðir það í rauninni að 25% af öllum tímanum þurrkur í Suður-Evrópu og Sahara færist bara upp 200 kilometra. Og þetta hefur náttúrulega gríðarleg áhrif á hvaða atvinnulíf hægt að hafa, túrisman, fjárfestingar, kælingu orkuvera og alls konar aðra hluti. Reynda verður aðeins heitar að búa í Danmörku þar sem ég bý, en tölum ekki það. Þannig að hvað í hættu?
Það er náttúrulega allir sem eru bundnir við einhvern stað til lengri tíma í gegnum fjárfestingar eða annað. Þeir sem eru bundnir landfræðilega, þeir sem búa einhvers staðar, eða þeir sem eru einhvern veginn tengdir efnahagskerfinu alþjóðlega. Og það er í rauninni allir. Þannig að þetta erum við öll. Það er enginn sem er ekki í þessu kerfi. Þannig að það sem að stórfyrirtækin að sjá í dag það þarf algjörlega nýja nálgun á þetta. Við verðum að hætta að hafa okkar áætlanir í markaðsdeildinni og setja þetta algjörlega í miðjuna af því sem við erum að reyna að gera. Þannig að við þurfum að aðlagast að þeim loftslagsbreytingum sem eru nú þegar að gerast. Annars vegar þurfum að draga úr losun til þess að minnka framtíðar áhættuna og svo þurfum að taka loftslagsáhættuna og umhverfismálin inn í alla ákvarðanatöku sem við erum að gera, bæði sem einstaklingar og fyrirtæki og ríki. Ef við horfum á fyrsta hlutan, þá sjáum við bláa debillinn á myndinni. Bláa debillinn sýnir það að með þeirri losun sem þegar búin að vera verður hitahækkun á næstu 10-15 árum. Þannig að það eiginlega alveg nákvæmlega sama hvað við gerum, þessi hitun á eftir að koma og hún á eftir og við þurfum að fást við hana. Óvissan síðan þar á eftir. Höldum við áfram eða tekst okkur að lækka losunina. Þannig að í fyrsta lagi þurfum við að bara fást við það sem að gerast núna. Og hvað þýðir það? Það þýðir náttúrulega fyrir land eins og Ísland og við gerðum reyndar módel fyrir 105 lönd og góðu fréttirnar í rauninni fyrir Ísland að Ísland eitt af þeim löndum sem allavega í þessu módeli verður fyrir minnstum röskunum. En við viðurkennum líka að það er fullt af hlutum sem við höfum ekki hugmynd um. Við höfum mjög litla vitneskju hvað kemur til með að gerast í sjónum. Við vitum vísindalega sannað að súrnun sjávar að gerast. Við vitum það að hann mjög viðkvæmur fyrir þeim lífeindum sem búa til kalk og við vitum að fiskurinn á fleygiferð. Við vitum til dæmis líka á Íslandi að rennsli jökla kemur til með að aukast á næstu 20-30 árum og ef við gerum ekki neitt þá náum við ekki einu sinni að taka þá auka orku ef við breytum ekki í kerfinu til að ná kannski 20-25% meira rennsli. Þannig, og hvað með veðurfar? Veðurfar að breytast? Stormurinn á morgun eitthvað sem hluti að breyttu veðurfari? Það vitum við ekki í rauninni vegna þess að statistíkin í kringu það miklu erfiðari. Þannig að það alls konar hluti sem við þurfum að gera í aðlögun sem mjög mikilvæg. Stóra áskorunin sem að Katrín líka talaði í Parísarsáttmálanum að reyna að komast í núllið í 2050. Og reyndar takmarkið 2 gráður með markmið að komast í 1,5 gráðu. En við vitum líka að lönd eins og Kína segir okkar losun, hún heldur áfram að stíga þangað til allavega 2030 vegna þess að við þurfum að byggja upp okkar hagkerfi. Þannig að það mjög margt sem lítur út fyrir það að þetta koma ekki til með að gerast. Og ef það ekki gerast og ef þetta senkar, þá þurfum við miklu meiri aðlögun heldur en það sem ég var að lýsa á hann. Vegna þess að við erum í rauninni í vali milli ætlum að hafa mikla aðlögun eða ætlum að hafa mikla minnkun á losun. Geirarnir í heiminum koma til með að gera þetta á mjög mismunandi hraða. Við sjáum orkugeiran núna alveg á fullri ferð. Allar umræður í orkugeiranum í kringum að fara í endurnýjanlega orku. Olíufélögin byrjuð, rafmagnsfyrirtækin byrjuð. Við sjáum mikla vakningu í ferðamátum, í rafbílum og alls konar rannsóknum þar. Neytendurnir hafa vaknað, þökk sé fyrrnefndri Grétru. Við sjáum að fjármálaheimurinn á hraðri leið. Við metum það að cirka 35-40% af öllum það sem við kalla asset under management núna í sjálfbærum stefnum og við heldum að það komi til með að aukast. Sem skiptir gríðarlega miklu máli og miklu leyti við að reyna að kalla upp fjármagnsheiminn og segja að þeir takið eftir þessu. Olíuiðnaðurinn að byrja, eins og BP sem við talaðum. Matvæla og landnotkun kannski eitt stærsta tækifærið og það iðnaður sem við sjáum tekur langan tíma fyrir okkur að færa. Ok,
þetta hægt, skilur? Hvernig lítur þetta út í dag og hvernig væri hægt að gera þetta? Og þetta bara einföldu mynd af þessum 40 gigatonnum sem heimurinn losar hverju ári. Og langstærstum hluta, eða stærstum hluta þetta orka, þetta samgöngur, byggingar og iðnaður. Og þetta sviðsmynd það hvernig væri hægt að gera þetta. Og fólk horfir á þetta í dag og segir, þetta eiginlega svona hálf ótrúlegt. Ég trúið varla að það sé hægt að gera þetta svona hratt. En það sem þarf að gerast ef við ætlum að ná markmiðunum að losun frá orku þarf að fara niður 60% fram til 2030. Við þurfum að fjárfesta í endurnýjanlegri orku og við þurfum að breyta líka það sem kallað bíóorku. Það eru rafmagnsbílar, það eru byggingar, iðnaðurinn tekur lengri tíma, flóknari tæknilega, og svo landbúnaðurinn sem náttúrulega líka með áhrifum það ef maður gerir eitthvað til að binda kolefni. Þannig að þetta áætlun. Og nú komum við þá kannski á Íslandi. Hvernig lítur þetta út hjá okkur? Og við vitum það að það búið nýlega að vinna í áætlun á þetta. En ef umheimurinn horfir á Ísland, þá lítur þetta svona út. Vegna þess að við gefum áætlun inn í Evrópsku umhverfisstofnun á 2 ára fresti og þetta okkar áætlun sem núna. Þannig að við vonum það að næst áætlun verður gefið inn í Evrópsku umhverfisstofnun, þá horfir þetta allt öðruvísi út. Þetta líka tölurnar sem Katrín var að tala áðan. Við erum hæst, við unnum, við erum best í einhverju. Reyndar þessar tölur í flugi, en þetta samt það sem heimurinn að horfa á og horfir á Ísland og þetta ekki samræmanlegt okkar brandi sem Ísland. Það svo margt sem öskrar í þessari mynd og segir, þetta getur ekki verið. Við getum ekki haldið áfram að gera þetta þennan hátt. Nú kemur flókna myndin. Hvað erum við þá að losa? Samtals, þessi mynd sem vorum að horfa á áðan, það voru bara 6 milljónir tonna á ári. En ég skal reyna að skýra þetta aðeins út. 5 milljónir tonna, það þetta venjulega hagkerfi sem við lifum í. Þessi mynd lítur allt öðru sér út fyrir Ísland heldur fyrir önnur lönd. Vegna þess að okkar orkukerfi, sem endurnýjanleg orka, það mjög lítil losun úr henni, ekki nema nokkrum jarðvarmavirkjunum. Og vegna þess að losun úr orkukerfinu svo lítil, þá engin losun úr byggingum. Það kemur engin losun af koltvísýringi í okkar byggingum sem allt öðruvísi heldur en öðrum löndum. Svo erum við með iðnað sem notar orkuna og þá erum við stóran klump í miðjunni sem mengun frá iðnaðinum sem ekki orkutengt. Þannig að stærstu verkefnin okkar að taka samgöngurnar og olíunum sem notað í sjávarútvegi og breyta því í rafmagnað mobility eða í vetni eða annars konar orkugjafa. Og þetta alveg hægt. Tæknin þekkt og það bara okkar að henda okkur út í þetta. Svo má líka segja að þessi mengun sem frá þessum iðnaði sem á Íslandi í dag, hann væri 5-falt meiri ef þessi iðnaður væri einhvers staðar annars staðar. Þannig að við þurfum náttúrulega líka að segja heiminum svolítið frá því, við erum með endurnýjanlega orku og það mun betra að hafa þessi fyrirtæki hér heldur en hafa þau í Kína þar sem losun væri 5-falt meiri. En það þýðir það náttúrulega líka að ef við erum að keppa með einhvern sem ekki með tolla inn á okkar svæði, þá getur þetta verið erfitt fyrir fyrirtækin og líka þarna verður þörf á mjög mikilli endurnýjun og nýjungargirni. Við þetta bætist flugið, þannig að þegar fólk að horfa á statistíkina hversu mikið notað í Íslandi, þá flugið með og það hefur náttúrulega verið svolítið upp og niður á síðustu árum, en það bætist við. Að lokum, við erum með þessi 5 frá hagkerfinu, við erum með þessi 1,35 í flugi og siglingum og svo erum við með 9 milljónir tonna vegna landnotkunar. Og ég hef tekið eftir því að mér finnst mikið misskilningsgæta með hvað þetta votlendi sem pólitíkusarnir alltaf að tala um. Við erum með land sem við höfum nýtt á þann hátt að við höfum þurrkað upp og hverju ári losun af 9 milljónir tonna frá því landi. Þannig að þegar reglugerðirnar breytast sem að fara að gerast á næstu árum, þá verður þetta tekið með inn í myndina og þá verðum við
algjörir sigurvegarar á fyrirverandi mynd. Þannig að við þurfum að gera eitthvað í þessu og við getum alveg gert eitthvað í því núna heldur en að vera að bíða eftir. Þannig að það sem að gera og þarf að gera er að búa til svona mynd. Ég skal reyna að segja ykkur hvað þetta Þessi mynd fyrir Evrópu en hún líka gerð fyrir mismunandi lönd. Og hún skiptist í, allt af þessu eru verkefni. Þannig að hvíta eru orkuverkefnin, samgönguverkefnin, byggingaverkefnin og iðnaðarverkefnin. Og þau verkefni sem eru hérna megin á myndinni, það eru verkefni sem hægt að ráðast í með það sem á fínni útlensku heitir positive business case. Þannig að ef við gerum þetta, þá spörum við losun og við spörum pening. Þannig að þið þekkið öll þegar við vorum beðin að skiptum perurnar í húsinu hjá okkur. Það var pirrandi, við gerðum það öll, það er ekkert mál í dag og það var alltaf alveg brilliant business case, en það þurfti að setja reglur það. Það er ástæðan fyrir því að þurrkarinn okkar eða uppþvottavélin í eldhúsinu tekur 2 klukkutíma að þvo, það væri alveg hægt að gera það 5 mínútum, það er vegna þess að það er búið að gera eitthvað af þessu hérna. Og það sem að gerast, það að það sem hérna megin á myndinni, breytingar sem hægt að gera með jákvæðinni líka viðskiptalegri útkomu, alltaf að verða stærri og stærri, vegna þess að tæknin að verða betur og betri, en það þarf að gera það. Svo eru hlutir náttúrulega hérna megin á myndinni sem eru oft iðnaðar tengdir prósessar sem miklu erfiðar að gera. En þegar þú ert komið með þessa mynd og við þekkjum fyrir Ísland mikið af þeim tækifærum sem eru, þá hægt að segja þetta náttúrulega meikar fullkominn sens fyrir okkur. Það er ótrúlegt að við skulum vera að bíða eftir þessu. Þannig að búa til þessa mynd fyrir Ísland, búa til markmiðin per geira og búa til tímaplan og fjármögnun eitthvað sem liggur algjörlega ljóst fyrir að gera og fyrir okkur sem land þá hlýtur þetta að vera verkefni sem hefur algjörðan forgang. Og okkur hefur þetta algjörðan forgang. Fyrsta lagi, við getum ekki unað við myndinni sem við sáum áðan. Það er nánast bara hættulegt sem land að halda áfram að vera þessum flokki. Við vitum það að neytahegðun út allan heim að breytast og á fleiri ferð. Fólk sem ég þekki getur ekki, búið að breyta sínum venjum með það hvernig það fyrir frí, til dæmis. Börn þeirra bara neita að fljúga í flugvél. Þið hlægið, en þetta algengara heldur en haldið. Þannig að neytandinn vaknaður. Einn daginn kemur skattur á okkur, alþjóðlegur skattur, ef við breytum þess ekki. Við vitum það að umhverfi auðlindageiran okkar, sjávarútvegurinn, sjórinn í kringum okkur, orkan í kringum okkur, ferðaiðnaðurinn, öll sú umgjörð að breytast. Við vitum það að fjármálamarkaðurinn og kapitalinn í heiminum, hann opinn fyrir sjálfbærum fjárfestingum og við vitum það líka að það mörg íslensk fyrirtæki sem standa mjög framalega í þeim tæknum sem þarf að nota. Þannig að þetta algjörlega rakið tækifæri fyrir okkur að sparka í boltann og skora stórt mark. Þannig að lokum, þá þetta, við þurfum að aðlagast þessum núverandi loftslagsbreytingum, við þurfum að styrkja rannsóknir, við þurfum að styrkja rannsóknir á votlendinu sem við vorum að tala áðan, það hlýtur að vera algjört forgangsatriði. Við verðum að draga úr okkur eigin losun, þannig að við verðum ekki bara í þessari stöðu sem við sáum á áðan. Og svo þurfum við að taka inn loftslagsáhættuna inn í allar ákvarðanatöku. Þegar við byggjum upp landið okkar í næsta kafla, þegar við búum til verksmiðjur, þegar við gerum einhverjar áhandlir, þá þarf þetta ekki að hluta bakminu, þetta þarf bara að vera hluti af ákvarðanatökunni. Takk fyrir.